Við erum komin á Bacalao-bar sem á Hauganesi sem rétt fyrir utan Akureyri. En nafnsins vegna þetta fullkominn staður til að elda réttinn sem við ætlum að gera. Ég ætla að elda fyrir ykkur saltfisk, sjálfsögðu íslenskan saltfisk. En þessi uppskrift innblásin af nýafstaðinni ferð til Spánar því að Spánverjar, þeir kunna elda saltfisk. Hérna ætla ég að nota tvenns konar ólívur. Ég ætla að íslenska kirsuberjatómata brakandi ferska og svo ætla ég að nota hvítlauk, fullt af hvítlauk og til að ná öllu bragðinu út úr honum þá ætla ég að setja smá þessa salti hérna yfir, bara frekar grófu salti. Ég ætla hreinlega að nudda hvítlaukinn með saltinu og hnífnum við brettið og þá auðveldara að fá ekstra mikið hvítlauksbragð. Og þetta örugglega ein svona 6 vel maukuð rif og svo þarf ég dálítið af smjöri. Það er klassískt að segja svona 100 grömm á móti hverju kílói. Ég ætla að nota svona eins og 150 grömm eða svoleiðis. Og svo ætla ég líka að nota smá rjóma. Blöskri manni að nota rjóma. Þá auðvitað hægt að nota smávegis af mjólk í staðinn. Það má líka fara helming á móti helming. Það sem ég ætla að gera núna að hjúpa saltfiskinn lítillega. Ég hérna með smá hveiti, þetta sé ekki 100 grömm eða eitthvað svoleiðis. Hveitið ætlum við svo að bragðbæta með smá paprikudufti. Hérna ég með hvítlauksduft og svo pipar. Alla jafna myndi ég segja að maður ætti að salta líka, en við erum að díla við saltfisk, þannig að þess ekki þörf. Og svo veltum við fiskunum upp í blöndunni. Og ég ætla að setja alveg fullt af ólífuolíu, svona sentimeters þykkt lag, þannig ég geti svona hálf djúpsteikt fiskinn í olíunni. Það fer auðvitað til stykkjanna hversu lengi maður steikir það. Almennt talað maður steikir það 3 mínútur á roðhliðinni, maður verður til að gá og meta það og svo bara 30 sekúndur eftir maður snýrir því. Og þá setjum við tómatana og ólívurnar og svo klárum við réttinn með smávegis af steinselju. Þá verður veisla.